Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Við lofum okkur til Jesus, halleluja. Við lyftum upp þínu nafni, Jesus, halleluja. Og við bjóðum þig velkomin í kvöld, drottinn Jesus, til að koma og vera mitt á meðal okkar, drottinn Jesus. Heilagi, Faðir, við þökkum þér fyrir að við fáum að koma saman í þitt hús, drottinn Jesus, til að lofa þig. Halleluja. Halleluja, við elskum þig, Jesus. Halleluja. Vil aðeins nefna nafni Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús, salta böl sem bindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur rekkið, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Ég vil fá að nefna nafni Jesús yfir þar sem óttinn lamar að. Ég hvern þann sem að byrðar ber og þunga, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur rekkið, skín
hrópum Jesús, Jesús rætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Hrópum Jesús, Jesús rætum á, Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Þökkum þér, Jesús, fyrir að nafnið þitt lækning, drottinn Jesús. Við þökkum þér, Jesús, fyrir að þegar við hrópum á nafnið þitt að þá kemur þú, drottinn Jesús. Við þökkum þér, Jesús, að við þurfum bara að segja Jesús, þá ertu mættur á svæðinu, halleluja. Nafnið þitt kraftur í því, drottinn Jesús. Halleluja, þakka þér, Jesús, fyrir að við getum sagt Jesús til okkur líður illa. Þegar allt virðist vera búið, þá ert þú ennþá sannur og trúr, halleluja. Takk, Jesús, við mögum hrópa þig, Jesús. Takk, Jesús, að við fáum að lofa þig, drottinn, halleluja. Við elskum þig, Jesús, og við þökkum þig, drottinn, halleluja. Fyrir nafnið Jesú, halleluja, halleluja. Ekki flóknara en að bara opna munnin og hvísla Jesús. Við þurfum ekki að kunna að biðja, við þurfum bara að segja Jesús, að því hann þekkir og hann veit hvað býr á baki þegar við segjum Jesús. Alveg svo þegar dætur mínar að kalla mamma eftir hvernig tónninn þá sirka veit ég hvað að vera. Halleluja. Ég veit hvort að það eitthvað frek í mömmu, kannski hvort ég þurfi að hlaupa strax eða hvort það virkilega eitthvað að og ég þarf að hlaupa af stað.
Ef ég get þekkt þennan tón í stelpunum mínum, hversu miklu fremur heyrir hann sérhvert hvísl. Og bara þegar við hugsum, Jesús, við þurfum ekki að segja honum nákvæmlega hvað það af því hann þekkir og hann skilur. Halleluja, halleluja. Og mig langar að hvetja ykkur, halleluja. Það kraftur í því að lofa Guð. Það kraftur í því að lyfta upp hans nafni. Það leysir eitthvað í lífi manns þegar við tökum skref og lofum hann sama hvað, halleluja. Það auðvelt að koma samkoma og lofa Guð með öðrum, eða sumum finnst það að við getum falið okkur á bak við það sem hinir syngja. En ég get ekki lofa Guð fyrir þig. Arnar getur ekki lofa Guð fyrir mig. Það styrkur í því að koma saman og lofa Guð, en hann þráir að heyra þína rödd, halleluja. Hann þráir að heyra þig segja, Jesú, að þú rópir, halleluja. Því hann vil eiga persónulegt samfélag við hvert og eitt okkar hér inni, halleluja. Hann persónulegur Guð, halleluja. Hann dó fyrir samfélag, svo hann geti átt samfélag við mig og samfélag við þig, halleluja. Og ég bara vil hvetja ykkur, lofum hann í kvöld, halleluja. Það þarf ekki að vera eins og ég lofa Guð, eða eins og einhver hér uppi lofa Guð, eða einhver þarna, lofa þú Guð eins og þú vilt lofa Guð. Það þarf ekki að standa á fæti til að lofa Guð sem við finnst það betra. Það má sitja, það má krjúpa, það má liggja, en lofum bara Guð, halleluja. Setjum hjarta okkar og huga okkar á hann, því hann, halleluja, hann segir í orði sínu að þar sem 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni, þar hann mitt á meðal, halleluja. Við skulum ekki missa af því þegar hann mætir á svæðið, halleluja, því hann tilbúinn til að mæta okkur öllum, halleluja. Þegar við lyftum upp röddum okkar til hans, þá mætir hann og hann segir, já, barnið mitt, hvað að? Hvað viltu? Og hann þakkar fyrir það að við lofum hann með því að blessa okkur og hann gefur okkur alltaf það sem við þörfnumst, halleluja. Halleluja. Við elskum þig, Jesús, og við þökkum þér fyrir, Drottinn, halleluja, að þú ert persónulegur og góður Guð. Við þökkum þér, Jesús, fyrir að við þurfum ekki að kunna að biðja, að við þurfum ekki að kunna að segja réttu orðin, því það ekki það sem skiptir máli, halleluja. Heldur það hjartað okkar, Jesús. Ég þakka þér fyrir, halleluja, að það skiptir ekki máli hvað ég hef gert eða hvað við höfum gert. Það fyrir náð þín og miskunn að þú mætir okkur, Drottinn Jesús. Ég þakka þér, Jesús, fyrir miskunn þína sem ný á hverjum degi, Drottinn Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú góður Guð, þú ert sannur Guð, halleluja, réttlátur, Drottinn Jesús. Við biðjum, Drottinn Jesús, viltu koma og mæta okkur sérhverju okkar hér inni í kvöld, Drottinn Jesús. Þú þekkir, Drottinn minn, hjarta okkar, Jesús. Þú þekkir hvað við þurfum, Drottinn Jesús. Þú þekkir sorgir okkar, Jesús. Þú þekkir hvað við höfum gengið í gegnum, Drottinn Jesús. Og ég þakka þér fyrir það að þú ert tilbúinn, stendur með opinn faðm og segir, barnið mitt, komdu, halleluja. Barnið mitt, komdu. Það skiptir ekki máli hvar þú hefur verið eða hvað þú hefur gert. Ég þakka þér, Jesús, fyrir að þú segir, ég elska þig. Og það ekkert sem þú getur gert sem fær mig til að elska þig meira. Ég elska þig skilyrðislaust og þess vegna fór ég á krossinn. Halleluja. Við lofum þig, Jesús. Við lofum þig, Jesús. Halleluja. Halleluja. Því þitt nafn er kraftur. Halleluja. Þitt nafn er lækning, Drottinn Jesús. Og þitt nafn, það gefur von. Halleluja. Halleluja. Takk, Jesús, að við með mér hrópa á þitt nafn. Halleluja, 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 Jesus. Takk, Jesus. Þig vil ég
Praise you again and again.
you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those doors. Get up and praise the Lord. Come on, my son, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those doors. Get up and praise the praise you. nærveru þín og þökkum fyrir drottin að þú ert hér, drottin. Halleluja. Gerð ísall á fætur og beðið þetta. Bara drottin, ég bara þökkum fyrir þessa stund. Ég þökkum fyrir að þú ert hér, drottin. Takk fyrir náðin og miskunni þína, drottin. Takk fyrir að þú elskar okkur að fyrirhafa þig, drottin. Við erum sérstaklega að leggja þá sem eru hér í kvöld, drottin, með okkur sem að kannski þekkja þig ekki, kannski bara afspurð, drottin. Ég bið þig bara, drottin, í kvöld með þig að fá að læra að þekkja þig hver þú ert, drottin. Öll þín undarverk sem þú gert í lífum okkar, drottin. Við biðjum fyrir, drottin, bænarefni sem hafa borist inn til okkar, fjölskyldur sem eru í mikilli sorg, drottin, við leggjum hann í þínar hendur, drottin minn. Þína hönd, drottin, yfir þau, drottin. Gefðu mig bara hvíl í þér, drottin minn. Ungu maður sem að hóri neyslu að nýju, drottin. Þú þekkir þessa einstaklinga, drottin, sem ennþá þarna út að þjást, drottin. Og ég beiði faðir minn og þú megi bara snerta við þess að eru núna, drottin minn. Við skipum okkur í skarði fyrir þessa einstaklinga, drottin, sem þú elskar svo mikið og þráir svo að fá að grípa inn í líf þeirra, drottin. Ég beiði líka, drottin, þeir sem ég í kvöld, drottin, að við megum taka ákvörðun, drottin, ekki á morgum heldur en í dag, drottin, að því kannski verður engin morgundagurinn. Og ég beiði bara, drottin minn, og snertu við okkur hér í kvöld. Gefðu okkur að finna, drottin,
fyrir kærleika þínum, elskunni þinni, friðinu drottin sem þú einn getur gefið inn í líf okkar. Sama hvað stað við erum á drottin, sama hvað við höfum gert, sama hver fortíðin drottin, sem þú hefur tekið og kastað í gleymskunar haf drottin. Gefið bara skilyrðislausa fyrirgefningu inn í líf okkar drottin. Ég bið þig drottin að við megum meðtaka þetta hérna í kvöld drottin. Læra að þekkja þig betur og betur og betur og betur drottin. Á þessum alvarlegu tímum sem við lifum á í dag drottin. Gefðu megum vera með saman í hópnum drottin, samfélagi drottin. Að við höldum utan að hvort annað drottin. Að við elskum hvort annað skilyrðislaust drottin eins og þú elskaðir okkur. Ég bið þig drottin við sérstaklega þeim sem ég í kvöld drottin og að berjast í sorg drottin. Upplifir svo mikla sorg og ég bið þig faðir minn að þú megi koma þar inn drottin í kvöld. Þú megi snerta við þessum einstaklingu drottin. Umvefjaðu drottin í kærleikaðinu drottin. Kvöldum bara blessun yfir orðið til í kvöld drottin í Jesú nafni ég bið. Í Jesú nafni, amen, amen. Vá, hvað yndisleg nærvera Guðs. Og hérna þvílík lofgjörð sem við erum alltaf með hér, það alveg bara því við erum svo heppin að hafa þessa einstaklinga við ekki gefa þeim gokla. Af því það búið að vera svolítið á mínu hjarta núna sambandi við hérna óverðuleika. Það eru margir sem að upplifa það að hérna finnast ekki vera verðug til þess að taka móti bæði hjálpræðisverkinu eða taka móti bara lífi í fulli glæði og lífi sem Guð hefur fyrir okkur. Og það er svo búið að liggja svo mikið á mínu hjarta bæði við sambandi við það, þú veist, Guð vill að allir menn verið hólpnir og komist í þekkingar á salninganum. Allir. Og þar á meðal þú sem ert hér í kvöld og þú sem ert að hlusta. Það er bara þannig, hann þráir. Við erum sköpið til þess að hann geti elskað okkur. Og hann þráir að gefa okkur svo ótrúlegar gjafir sem eru á boðstólunum fyrir okkur ef við viljum taka móti þeim. Það er eitt sem gerst með Ísland sem svolítið erfitt með íslenskt hugafar að hlutirnir eiga alltaf að gerast á morgun, ekki í dag, heldur á morgun. Við þekkjum það nú mörg hér inni að hægt að drekka á morgun, svo líða dagar, vikur, ár, tugir ára og margir náðu þess aldrei og deyja. Og þegar ég upplýði bara rosa sterkt, þú veist, að Guð, það er eitthvað sem er í gangi, það er eitthvað undiralda sem er í gangi í dag. Og við sjáum að það svona að hristast í, ég sá á þann svona sín á þann á bænastundinni þar sem var spegislegt vatn og svo datt bara einn lítið dropi og þá gáraðist allt vatnið. Og ég held að sé það sem er að gerast í dag. Og hvað ætlar þú að vera? Ætlar þú að vera tilbúin? Ætlar þú að vera klár? Og eins og ég sagði ykkur, þá stendur í orðinu að hann muni koma í skýjum himins, hann kemur sem þjófur á nóttu stendur. Og við vitum ekki hvenær það gerist. Ætla ég vera búin að taka skrefið eða ætla ég að bíða með þetta til morguns. Og svo bara kemur morgundagurinn og þú tókst aldrei skrefið. Og það er svo mikið að við sem eigum lifandi trú á Jesú Krist, að við séum trúfast í því að segja fólki sannleikann. Og ég hef verið rosa, og oft er ég gagnrýndur fyrir það, þú veist að ég er að setja út á önnur svona annað kukl sem er í gangi til þess að bjóða fólki upp og til þess að draga þau frá augliti Guðs. Þú veist, það er bara ein leið að hjarta föðurins, hún er í gegnum Jesú Krist. Engin önnur leið er fær. Ef þú heldur að sé þá ertu komin á ruglaðan stað. Af því óvinnurinn, hann er sniðugur. Hann kemur til þess að stela, slátra og eyða. Hann getur sett sig í alls konar myndir. Hann er líka rosa duglegur að blessa líf okkar alveg hægri vinstri. En hann mun alltaf, krakkar, alltaf í endan mun að koma og biðja að fá greiðslu. Og það er yfirleitt með lífið þínu. Og það viljum við ekki. Og ég hvet ykkur, það er ástæð fyrir þér inn í kvöld. Ég trúi að sé ástæð fyrir því. Og ég ætla að lesa sögu út af því að það er búið að vera svo óbúslega mikið að koma til mín út af óverðuleika. Fólki finnst það ekki vera verðugt. Við erum búin að gera hluti í okkar lífi, mörg okkar þekkja það, margir frábæri vitnisburður það hvernig Guð greip inn í líf fólks og loksins að fólk uppgötta og tók á móti og tilengaði sér þá fyrirgegnum sem Guð einn getur gefið fyrir líf okkar. Og ég hvet ykkur til þess að þessi dæmisaga, ég er mjög þekktu, ég tel að þetta ég predika svona á 2 mánaða fresti, þessi dæmisaga sem að Jesús sagði. Og ég ætla að lesa það núna og af því að það er svo margar hliðar á þessari sögu. Þetta er líka bæði það að finna sér verðugan,
að móttaka þann sem finnur sig ekki verðan og setja okkur ekki í dómarasæti yfir þá sem að koma tilbaka. Þekkjum við það ekki öll? Hann að koma tilbaka, hann búinn að gera svo mikið, hann búinn að gera svo mikið af sér. Það ekki okkar að dæma það. Guð gerir það. Og ég ætla að lesa þetta úr Lúkasar guðspjalli og mörg þekki þessa sögu og yfirskriftin 2 synir. Og hann sagði, enn sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri, hann sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber. Þannig var nú pappa sagði þá á lífi. Og svo segir að faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór í burtu í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömnum lifnaði. En hann hafði allum eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá einum manninum í því landi sem hann var í. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin vilja seðja sig á drafinu svínin átu en enginn gaf honum. Svo segir í 17. versin, nú kom hann til sjálfsins og sagði, hversu margir eru daglunumenn föður míns sem hafa gnægð matar en ég og ferst úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Láttu mig vera einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var langt í burtu sá faðir hann og kendi brjóstum hann, hljóp og fjall hálsonum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hina bestu skikju. Færið hann í, dragið hring á hendars og skó á fætur honum. Og setja skó á fætur honum með merkingum að hann var ekki þjónn heldur sonur. Sækið og alikálfinn og slátrið og við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi son minn var dauður og lifnaði við aftur. Hann var týndur og fundinn og tók honum menn að gera sér glaðan dag. Og þetta svo ótrúlega góð saga upp á það sem að mörg okkar að berjast við. Að við finnst við ekki að vera verðug. Okkur finnst við að hafa brotið svo mikið á okkur. En þessi saga og faðirinn í þessu sögu lýsir svolítið Guði. Hvernig hann Guð faðir. Að sama hvað, hann alltaf tilbúinn að taka móti þér. Hann alltaf tilbúinn að slátra alikálfum og halda veislu. Því að sonurinn var dáinn og núna lifandi. Og það akkurat sem við þurfum að taka inn í okkar líf. Að Guð fyrirgefandi Guð. Guð þráir að þú eignist þetta líf. Ekki vera fastur í öllu því sem að þú búin að vera að gera, það sem þú gerðir, afbrotiðinn, syndirnar, allt það sem þú hefur gert. Guð fyrirgefandi Guð. En ég segi oft í hópin sem ég sækir hérna United samkomunnar að það líka mjög mikilvægt að við vinnum úr þeim afbrotum sem við höfum gert. Og Guð fyrirgefandi Guð og hann fyrirgef okkur alla syndir og allt sem við gerum. Þá skulum við muna það að afleiðingar gjörða okkar eru kannski þarna úti. Og við þurfum að vinna sporavinnuna til þess að fara til þess að einstakling og biðja það fyrirgefningar. En það alltaf leiðin tilbaka. Og ég nota gulla minn oft í þessu þegar ég að tala þennan hlut að barátta hans aftur og aftur og aftur og gat ekki fyrirgefið sér. Guð búinn að fyrirgefa honum og hann gat ekki fyrirgefa sjálfum sér. Og það tók bara aftur og aftur þannig að Guð sá, þannig til að hann Gulli sá að Guð elskaði hann og Guð þráði að gefa honum líf og lífi fullri gnægð. Og það að gefast upp fram fyrir Guði og taka mótið sem hann hefur fyrir okkur. Og það var kannski ekkert sjálfstæður hlutur að pappas myndi taka mót honum. Hann hljópa mót honum og þeir voru yfirleitt í svona kublum og það var örugglega erfitt að hlaupa. Hann sá hann var að skima eftir honum. Adó, hann ekki að koma heim? Sonur minn ekki að koma heim? Og það nákvæmlega sama og Guð að gera við þig. Hann að skima, ertu ekki að koma? Nonni, ertu ekki að koma? Sigg, ertu ekki að koma? Og til þess að taka utan og gefa þetta líf sem að hann einn getur gefið. Á sama hátt það líka að margir hafa fengið að kynnast Guði og kannski fallið til hliðar og farið frá. Og þetta líka, þessi dæmis að mjög
holl lesning fyrir þá. Ég var einn af þessum mönnum sem að fór glaður og beittur hér burtu frá þessu landi til að fara í biblíuskóla og elskaði Guð alveg meira en allt annað. En það átti eftir að verða önnur saga, 10 ára sorgarsaga, áfengis og fíkniefni og hræðilegt. Og þegar ég kom til landsins, þá varð ég akkurat þessi ungi maður sem kom heim, skömmustulegur, gat ekki fyrirgefið sjálfum mér, að vísu var ég bara nær dauða en lífi, þannig ég gat nú ekki mikið hugsað það, en ég fann, þegar ég vaknaði upp á Hlaðgerðingu, þá fann ég faðm Drottins og sagði, þú ert komin heim, þinn tími er ekki búinn, þitt verkefni hér er ekki búið. Og hann elskaði mig bara til þess að ég eignaðist þetta líf. Veitu, ég var dæmdur öryrki, myndi aldrei vinna nokkuð tíman á ævinni, en Guð er líka læknir. Þá veiki sem ég hafði og líkamlegu afleiðingar neyslunar sem Guð bara læknaði í mínu lífi. Og það vil hann gera fyrir ditt líf líka. En er það alltaf þannig að allir séu svo ánægðir þegar við komum til Guðs, og sumum finnst þetta mjög cheap að við kostum þessu bara á Guð, já, Guð er búinn að fyrirgefa mér. Og er þetta svona einfalt að það sé ein stutt bæn sem getur gert það að verkum að öll okkar afbrot og syndir eru fyrirgefnar af Guði. Það er nefnilega akkurat, það er þannig. En eins og ég sagði ykkur, þá þurfum við að vinna vinnu, og það er bara eðlilegur hlutur að vinna. Hún er oft erfið en oftast skemmtileg. Að þegar maður á fullvissuna og er með Guð í hjarta sínu og er búinn að taka móti þessi fyrirgefningu á honum, þá getum við farið áfram og það verður miklu auðveldara að stíga þessi skref. Guð hefur setti mig aldrei í þá stöðu, erfiða stöðu, þegar ég var að mæta ykkur fólki sem ég hafði brotið á. Guð leggur á okkur bara jafn mikið á við þolum. Og þurfa að fara, ég þurfti að gera það, fara til fólks og biðja fyrirgefninga. Það gera við börnin mín. Og það er bara, síðan koma sigrarnir, hægt og rólega. En auðmýktin er grunnþátturinn í okkar vinnu, þegar við erum að vinna okkur burtu frá þessu lífi sem við lifum. Guð kemur, fyrirgefa okkur, tekur þetta allt á sig. Það gerði hann á krossinum og hann neldur á krossin fyrir öll okkar afbrot og allar okkar syndir og allt sem við vorum að berjast við. Þín afbrot og synd tekur hann og kastar í gleymskuna, það sem bannað að veiða. Síðan byrja vinnan okkar, það er að halda áfram að segja frá honum. Segja fólki frá þeim frið sem að setja í hjarta okkar. Biðja fólk fyrirgefningu og gera upp fortíðin okkar við fólk sem við þurfum oft að gera. Og verum vitnisburður hver Guð er. Það er svo mikilvægt. En í þessari dæmisögu þá kom fram að þeir voru tveir bræðurnir, og í 25. versinum, en eldri sonur hans var á akrinu. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltan og spurði hvað var að vera, hvað var að vera. Hann svaraði, bróðinn er kominn og faðirinn hefur slátrað alikálunum af því hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár, hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. 30. versi segir, en þegar hann kemur þessi sonur þinn, hann kallaði hann ekki einu sinni bróðir, þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum sínum með skækjum, þá slátrar þú alikálunum fyrir hann. Faðirinn sagði við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú var það að halda hátíð og fagna því að bróðið þinn sem var dauður er lifnaður aftur, hann var týndur og hann er fundinn. Og við þurfum líka, við sem eru trúið og eigum lifandi trú, hvar ætlum við að staðsetja okkur? Ætlum við að staðsetja okkur sem eldri bróðirinn eða ætlum við að vera eins og faðirinn og taka móti þeim sem eru að koma að nýju? Fyrir mér var það bara rosa erfitt tíma þegar ég kom tilbaka aftur. Ég var búinn að sóa lífið algjörlega í 10 ár og það tók tíma. Það voru ekki allir sáttir. Og ég segi það oft í svona gamni að þetta starf hér sem er búinn að vera til síðan 2011,
var til að því að mér fannst ég ekki að vera móttekinn eins og yngri sonurinn þegar hann kom heim. En það var bara mitt. En þú þarft og við þurfum og ég þarf að sanna hver ég er. Ég þarf að sýna auðmýkt í sem ég er að gera. Ég segi ofta starfi hérna að það var búið til í bara frekju og yfirgang. Ég hélt ég vissi þetta allt og allir hinni voru vitleysingar, nema ég. Og það var þessna sem að ég hafði aldrei þennan frið í hjartanum. En Guð er svo góður og náðarsamlegur Guð. Hann þekkti hjarta mig. Hver var mín þrá? Mín þrá var að standa hér, segja fólki frá sem þekkti ekki Guð, að það væri til leið. Það væri til leið til betra lífs. Það væri til leið án áfengis og fíkniefna. Og það er það sem Guð, og hann þekkti þetta hjarta. Og hann var svo sniður að hann sendi til mig fólk, fullt af góðu fólki, sem kom til þess að hjálpa mér að bera starfið áfram, taka burtu hrokan og stoltið og yfirgangin sem var í mér. En Guð þekkti hjarta, sjáu hvað Guð er náðarsamlegur og góður. Hann vildi frekar sjá hjarta mitt og fá að umskera það og laga, heldur hann að vísa mér á dyr. Og það er það sem Guð gerði, og það er það sem faðirinn gerði að sögu þegar sonurinn kom heim. Og eldri bróðirinn, hann náttúrulega bara reiður og hrókafullur og hann fengi ekki neitt. Hann fekk að hafa allt með föður sínum. Og svo ekki síðan, svo ég nefni það nú ekki, að það stendur mjög skýrt að þegar hann skipti eigunum með þeim. Þannig að eldri sonurinn fekk nákvæmlega sama og yngri bróðirinn. Hann skipti með þeim eigunum sínum. Og þetta er svo ótrúlega góð saga og dæmisaga það hvernig lífið er með Kristi og hvernig Guð tekur á móti okkur með opinn faðm til þess að elska okkur og hann gefur alltaf með fyrirgefningunni í líf okkar. Og við lifum á svona tímum í dag og hinn hlutin sem er svo búið að liggja á mínu hjarta og það er þetta, ég ætla að hætta að drekka á morgun eða ég ætla að gera þetta á morgun, ég ætla að ganga alla leið á morgun. Og við horfum på einstaklinga, við horfum alveg ótrúlega mikið að munaðarlausu fólki inn í kirkju. Fólk sem tilheyrir ekki, fólk sem er ekki með, fólk sem er ekki samfélagi með öðrum. Það er svo erfitt að ganga einn. Það er bara rosalega erfitt, þurfum að gera. Ég þarf á Heiða að halda og Heiða vonandi þarf á mér að halda. Að við uppbörðum hvort annað, við styðjum hvort annað, við styrkjum hvort annað. Stundum er erfitt og stundum er sorgmætt. Stundum þurfum við að gráta og stundum þurfum við að hlæja. Og þá er svo gott að eiga systkini sem við getum gert það. Ekki einangra okkur. Fyndu þér kirkju, það er rosa mikið að. Þetta starf hér er grasróta starf. Starf sem er byggjar á því að vera til staða fyrir fólk. Kirkja fyrir þá sem vil ekki fara í kirkju. En ég ætla að hvetja ykkur til þess að stíga þetta skref og finna ykkur samfélag. Það er svo mikið að við tilheyrum, krakkar. Það er svo ótrúlega vont að vera munaðarlaus í Guðsríkinu og tilheyra ekki. Og líka er þetta með að þú ætlar að taka á hlutunum. Við erum öll að berjast. Ég man sem ég barðist mest við og það voru svona þessi smá afbrot. En það er bara, Guð er bara ekki þannig. Guð er ekki með ykkur á vogarskálar, sko. Lítil synd eða mikil synd. Synd er bara synd. Það er bara þannig. Guð getur ekki eins og hort á það. Hann byrgir augu sín fyrir synd. Hann getur ekki hort á syndinni í líf okkar. En eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyrir ekki hrópið þitt. Og hönd hans er ekki svo stutt, hún ná ekki til þín til þess að hjálpa að reisa við að nýju. Og það er svo mikill sigur. Og hann er ekki að segja, þetta er nú í þriðja skiptið, þú er nú alveg gjörsamlega vonlaus. Hann er ekki þannig. Bara alls ekki. Og ég hveti í kvöld, af því nú erum við með yndislega fyrirbýðendur í þessu starfi. Fólk sem er með algjörlega, sem algjör trúnaði ríkir. Og ég hveti ykkur í kvöld til þess að ganga þetta skref. Ef þú átt ekki þetta lifandi samfélag við Jesú Krist, ef þú hefur ekki tekið á mótunum inn í lífið, ef þér hefur fundist að vera hallærislegt og asnalegt að taka á móti Jesú Kristi í lífið, þá bara biðja Guð að taka það burtu frá þér. Að þú megi bara stíga þarna fram. Hver hefur að tapa? Engu. Hvað hefur að vinna? Allt. Allt. Það er alveg saman hvað það er. Horfðu bara fólk sem er hérna inni, sem er búin að þekka í gegnum neyslu tíma eða geðveiki eða eitthvað brjálaði sem fólk er búið að lenda í. Og svo tekur það og fer með þessa örstuttu bæn. Þessi að játa með vörunum og trú í hjartanu að Jesús sé drottinn. Hann hafði fór á krossin fyrir alla þína syndir og sjúkdóm, allt sem þú ert að berjast við, alkoholisma, afbrotin, ofbeldið, allt.
þá eru eignast líf. Þessi stuttabæn gerir það að verkum að þú getur byrjað að ganga þennan veg. Þá fara hlutinir að gerast, ekki á morgun, krakkar, í alvöru að tala. Ég sagði oft sögu hérna sem að ég var að segja þeim inn í bænastundin áðan. Þú veist að þú er búin að mæta fólki sem á lifandi trú og segir aldrei frá því. Aldrei neitt að hvetja þig áfram til þess að gera það. Og þetta var saga unga stúlku sem var búin að frelsa í mörg ár og svo kom Jesús í skýjum himins og segir, hann gæti komið á eftir, krakkar, á morgun. Og þá tekur hann kirkjuna sín, alla þá sem að játa lifandi trú á hann og lyftir þeim upp í himinin. Niðri satt eldri kona með staf, 80 ára gömul, og horfði upp með tárun í augun og sagði, akkur sagður mér þetta frá þessu. Og ætlum við að lenda í því í líf okkar. Við vitum að lausnin er þarna. Við vitum að lausnin er í honum. En samt segjum við ekki frá. Ætlum við að vera með og taka sem flesta með. Ætlum við að fara áfram með þetta orð og láta aðra vita að hér er lausn. Í þessu starfi, hér á að vera fullt, eins og alla kirkjur eiga að vera. Hér á að vera fullt af fólki, af því það er sko nógur efniviðurinn hérna úti. Og nógur er hérna hvítu akarnir sem eru hérna fyrir utan, tilbúin til uppskeru, en það eru fáir verkamenn, allt of fáir. Sýnum þessu áhuga, sýnum fólki áhuga sem er í kringum okkur, sýnum fólki áhuga sem er að berjast við lífi sínu í áfengi og fíkniefnum, fólk sem er hérna út og er að þjást. Verum með útrétta hönd til þess að hjálpa og styðja. Við erum að horfa upp á svo ótrúlega mikið fólki sem er að deyja. Það sem djöfullinn er náð að traðka þau niður. Við erum að horfa upp á alveg hræðilega tíma sem við erum að lifa. Og við erum bara eins og hundurinn. Hann býtur frá sér í fyrst skipti sem hann sparkar í hann. Í annars skipti örur hann, í þriðja skipti fer hann að snúa sig undan. Og í fjóra skipti þá vinnur hann ekki fyrir því. Og það er það sem er að gerast í þessum heimi. Þannig vinnur djöfullinn. Þannig vinnur óvinnurinn, höggormurinn, auminginn, tannlausi auminginn, sem á engan rétt hérna. Hann vinnur akkurat þannig. Nú er þetta bara sjálfsagður hlutur. Við sættum okkur við fórnarkostnaði í mannslífum. Aldrei. Við eigum ekki að gera það. Bara aldrei. Leið við gerðum það að þá töpum við þessar orrustu. Og ég hvet ykkur til þess að hugsa þetta vel og líka fyrir lífið þitt, af því þú veist Guð, hann þráir svo að nota þig. Það er alveg saman hver það er hérna inni. Hann þráir að nota þig til að fara í þitt nærumhverfi og smita áfram það sem Guð hefur gefið þér. Þessi friður sem þú finnur núna, þessi friður sem er í hjartaðinu núna, það er hann sem vil færa til annara. Ekki bara með orðum, heldur líka bara með verkum okkar. Og það að vera. Verum kristin. Látum það smita út frá sér. Ekki alltaf bara það sem við mörum babla, sko. Heldur líf okkar endurspegli Krist í okkur. Og það gerum við með því að elska fólk til lífs. Alveg eins og slóganið er fyrir þetta starf. Elska fólk til lífs og elska lífið. Það ger ég og það vona ég við gerum flest. Ef við gerum ísáfæri til að biðja, mér langar að biðja fyrirbiðendur að koma hér upp. Og ég vil sérstaklega beina orðmyndi þeirra sem hafa ekki gengið leiðina og tekið ákvörðunum og játa með vörunum og trúið í hjartanu Jesús í drottinn að koma hér fram. Og við viljum biðja fyrir þér sérstaklega. Og biðja Guð að tala inn í lífi okkar. Hér eru fyrirbiðendur, Guð fyrir sin heilaga anda getur komið með orðin í lífi okkar, spámælegt orð, spurningar sem þú búin að velta fyrir þér, sem Guð mun svara gegnum bænina. Skulum ekki líta smánaraugum á það, þetta er gríðarlega mikilvægur hlutur. Það er ekki Heiða eða Maggi eða neinna Heiðrún sem eru svona klára að þau sé að gera eitthvað. En þau eru opin fyrir því að heila á randi fá að starfi gegnum þau til þess að tala inn í þitt líf. En við skulum biðja, bara Drottinn minn, ég þakka þér fyrir einn og sérkvæmt sem er hér inni, Drottinn. Ég þakka fyrir að þú ert svo yndislega góður og þú þráir svo mikið að allir verði hólpnir og komist til þekkingar og sannleikanum. Ég þakka þér fyrir orðið þitt. Ég þakka þér fyrir þinn heilaga anda sem er snertið við hjörtnu hér í kvöld, Drottinn. Og ég bið þig, Drottinn, að gefa okkur kjark og þor og stíga út fyrir þennan ramma sem við erum búin að búa til.
Burtum allan hroka drottin og stolt. Að við mögum bara auðmýka okkur fram fyrir þér. Krjúpa fram fyrir þig, taka á móti því sem þú hefur fyrir okkur. Þessar stórkostlegu gjafir sem þú ert með fyrir líf okkar. Gleði, frið, frelsi, bindindi, alla þessar hluti drottin sem við svo þráum svo að gefa áfram til annara. Við þökkum fyrir kærleikaðinn, allt okkar líf, allt sem þú hefur gert. Öll þín viska byggð á kærleika þínum, drottin inn í líf okkar. Láttu okkur aldrei gleyma því. Við getum verið með alls konar skipulega eins og segir í 12. kaflanum í fyrra Korinthubréfi. Alls konar hluti sem eru verka hægri og vinstri handar og við þurfum að vinna sem eitt líka með. En þú segir líka í lokin að ég ætla að kenna ykkur aðra og betri leið. Fyrra Korinthubréfi 13. kafli sem fjallar eingöngu kærleika þinn og elsku. Þó við töluðum tungum manna og engla en hefðum ekki kærleika, þá erum við ekki neitt. Og ég bið drottin að fylla okkur í kvöld af þínum kærleika. Bara blessum einn og sérhver inn í þessa viku. Þakku fyrir þeim sem hafa verið að horfa í gegnum neti og ég bið drottin að blessa þá sem eru heima fyrir. Ég upplifir rosalega sterkt að sé einstaklingar sem eru að horfa, fólk sem er bara að berjast í mikla erfiðleika í sínu lífi. En veistu það að Guð er með þér, Guð þráir að grípa inn í lífið. Hann þarf að verða með okkur í bæni og eftir. Leitaðu Guðs, lokaðu og takta móti þeirri bæn sem Guð er með fyrir þig. Lífið sem hann er með fyrir þig. Frelsið sem hann er með fyrir þig. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. Gjörðu svo vel. Komum nú fram, tökum á móti blessunum Guðs inn í líf okkar.